Já, velkomin á Frelsi TV. Axel Pétur Axelsson hérna. Ég er að prufa núna eins og þið sjáið, beina útsendingu. Gaman að sjá hvort þetta heppnist hjá okkur. Og endilega, það er eitt sem er dreymt svolítið lengi að gera. Það er að fá fleiri inn í umræðuna hjá mér. Og þannig endilega ekki hika við að hringi mig á Google Plusinu, við erum að sjá hvernig það virkar. En ég mun sem sagt, ég mun væntanlega reyna að fara yfir svona atburði dagsins eða á mómentinu sem að er í gangi. Og og endilega, eins og ég segi, fá eitthvað spennandi inn frá ykkur líka. Og ég verður örugglega lítandi hér í allar áttir eins og álfur út úr hól til að byrja með. Þannig ég er að koma þessu svona í gagnið. Og sjáðu, ég er að stilla kameruna og þetta er alls konar ævintýramennska í gangi. Og ég sé að það er akkúrat enginn áhorfandi núna. Þetta er líka rosa fullkomið allt. Maður getur séð nákvæmlega hvað er í gangi og allt það. En mig langaði þá kannski aðeins að byrja bara á því að fara yfir svona forsíðu fréttirnar eða það sem er í gangi akkúrat núna í heiminum. Og svo getum við fært okkur í rólegheitum heim til Íslands eða hoppað hvert sem við viljum. Við erum ekki háð einu við neins staðar. Og við getum auðveldlega þróað þetta hvernig sem við viljum. En það sem að ég hef tekið eftir núna í fréttunum er að það er rosalega mikið í gangi hjá Sameinuðu þjóðunum og NATO og allt þetta. Það er alltaf verið vitlaust í þessu í Vesturheim. Og það er þetta ISIS dæmi og það er þetta ebólu dæmi og það er eins og himnarnir ætla að fara að hrynja. Og það er bara, það minnir alltaf á Asterix vin okkar. Hann það var alltaf að fara að hrynja himinin hjá besta vini honum, hans. Og þannig að það er svolítið mikið svona svolítið mikill hræðsluáróður í gangi. Og við sáum að Obama var að fara í kom frá í öryggisráð Sameinuðu þjóðanna. Þar var Obama að lýsa yfir að þeir ætluðu að fara að aðildarþjóðir Sameinuðu þjóðanna, það er þá meðal annars Ísland, að þeir ætli að fara að stunda það að svipta menn ríkisborgararéttinum. Og það er náttúrulega rosalega alvarlegt mál. Og það er brot á nánast öllum stjórnarskrám heimsins. Og mannréttindasáttmálum og fleira slíkt. Og það er það sem ég hef verið að segja undanfarið. Það er eiginlega það sem að þetta leikrit allt saman snýst ég hef margoft sagt það og segi það hér aftur og enn, að
þetta snýst allt saman eiginlega okkur, sko. Stríðið gegn hryðjuverkum eins og svo er kallað. Það er það er eiginlega bara hálfgert bluff. Það er stríðið gegn hryðjuverkum er stríðið gegn okkur. Það er stríðið gegn þá Íslendingum eða hvaða land á í hlut. Nú ætla ég að pröfa hérna hvort ég geti. Já, ég get bara deilt hérna með ykkur. Hérna sjáum við þessa. Hérna hér er sharing. Gjör svo vel. Hérna er greinin sem ég er að tala um. Að Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna samþykkir samhljóðandi bindandi ályktun sem kveður á að aðildarríkin komi í veg fyrir að ríkisborgarar gangi í raðir herskára íslamista í Sýrland og Írak. Og mikið að ungt fólk, þetta er nú mest bara fólk sem er að vinna fyrir herinn. Og þegar hún eflaust séð í vídeóum frá mér að þetta ISIS eða IS, núna er það að tala um IS, ekkert heitir þetta ISIS og svo heitir þetta ISIL. Þetta er allt saman bara blekkingar og bull, sko. Og það er bara verið að plata ykkur. Og allt saman það að ná völdum yfir okkur á Vesturlöndunum. Og það eru tvær leiðir notaðar við það að ná völdum yfir okkur og það er stríðið gegn hryðjuverkum sem ætti frekar að kalla stríðið gegn frelsi eða stríðið gegn réttindum eða hvað við viljum kalla það. Að þetta snýst allt það. Það snýst það að svipta okkur öllum réttindum. Og ISIS, kallum það bara, já, það sem kemur fyrst upp í hugan bara. ISIS eða ISIL eða hvað við viljum kalla það. Það er gamla Al-Qaida. Al-Qaida þýðir gagnagrunnur og Al-Qaida er sem sagt gagnagrunnur sem að sem er sem er gagnagrunnur. Þetta nú við, eitthvað ekki alveg virka hérna með mér. Þetta nú við. Al-Qaida þýðir gagnagrunnur. Og CIA, Mossad og MI6 M6 í Bretlandi og NATO, þeir eru þeir sem reka þessa starfsemi. Og til þess að hergagna iðnaðurinn gangi nú vel, þá þarf alltaf að vera einhver skelfing í gangi. Og það er það sem þetta snýst um. Þetta snýst að búa til svona skelfingu. Og þetta vita ábúðslega. Annað sem ég vil benda ykkur á, að það er sko Sameinuðu þjóðirnar eru að þvælast þarna í Sýrlandi voru að bólusetja börn
það dóu sko einhverjir, þeir tala um einhverja tugi en sko það sem þeir þurftu að viðurkenna, en ég held að flestir átta sig á því að það var miklu meira af börnum sem dóu og sumir tala um einhver 100 barna sem hafi dáið úr bóluefnum sem að Sameinuðu þjóðirnar voru að útdeila. Tugir af börnum dóu eftir að Sameinuðu þjóðirnar gáfu eitrað bóluefni þar sem að ISIS er. Eða þetta fólk sem á að vera svona svakalega slæmt. Þannig að það er rosalega skrítið hvernig allt þetta, hvers konar rugl er það? Að það er bara í einu orðinu þá eru þetta hinu vestur hryðjuverkamenn, næsta orði þá eru verið að fjármagna þau, þar næsta orði eru Sameinuðu þjóðirnar sem eru að fordæma að vinna með þeim einhvern veginn í að bólusetja börn sem síðan deyja í tugavís. Þetta er náttúrulega bara keksrugla drasl sko. Það er bara ekki að taka þetta neitt alvarlega lengur sko. Sameinuðu þjóðirnar eða Sameinuðu þrjótarnir, saumaklúbbur Sameinuðu þrjótana eins og ég stundu kalla þá, þeir eru bara orðin hættulegustu samtök heimsins og þau munu líka reynast okkur mjög hættuleg hér á Íslandi og í Noregi og út um allt. Og nú síðan ef við tölum um ef við tölum um ebóluna, við getum aðeins spjallað um ebóluna líka. Þar er svipaðar blekkingar í gangi og þær blekkingar eru líka hernaðaraðgerðir og ebólan er vopnavædd eða sem sagt að sjá núna koma fram er algjörlega já, eins og segja vopnavædd. Ebólan er notuð miskunnarlaust í Afríku til þess að þurrka upp landsvæði sem að alls konar lið vill og ebólan er það er eins og ég hef sagt ykkur oft áður, þá er Bandaríkjastjórn með einkaleyfi á ebólunni og þeir eru núna að halda því fram að þetta sé fyrsta skipti sem þeim dettur í huga að hún geti orðið borist á manna á milli, að þeim geti borist manna á milli vegna í lofti. Það eru til heimildir frá 89 að þar voru í rannsóknastofu hersins, þar voru apar sem dóu og það voru einhverjir
50, 60, 70 apar sem að dóu úr ebóla og jafnframt skömmu seinna dóu nokkur hundruð apar sem voru staddir annars staðar reyndar í sömu byggingu. En hérna talið að það hafi farið gegnum loftstokkana. Og við sjáum bara hérna undirbúninginn undir ebóluna á Íslandi að hérna það alls staðar í heiminum þá er verið að tala að hérna þá er verið að tala að ebólan sé alltaf að koma sko. Og við vitum það leið og ebólan fer eitthvað að dreifast út þá eru skellt á herlögum. Og þarna erum við aftur komin í þetta himnarinja ótti ræðast sko. Að þessna er ég mjög skelkaður þegar maður sér eins og heræfingarnar hérna í Noregi. Það held ég að sé absolutely undirbúningur undir þessa heraðgerð sem ég er að tala Hérna er bara að sýna ykkur sem dæmi. Þetta gildir reyndar alla fjölmiðlana allan heim. Þá sjáum við svona stíganda í þessu ebóludæmi. Ebóla getur rústa efnahag Vestur-Afríku. Það er náttúrulega markmið að rústa Afríku til þess að hirða þeim land og hlera slíkt. Ég var búinn að segja ykkur líka áður að Pentagon var búinn að tala að rústa Afríku. Þegar fer í elsta kannski. Og sjá þetta byrjar á 2005. Þetta er alltaf að koma upp í Afríku og í Afríku er þessu beitt sem vopni og hefur verið gert í 20 ára. Og það er verið að drepa fólk kerfisbundið með þessu. Og það sem að gerist núna og þess vegna sem við vitið með 9/11 það var svo augljóst að það var inside job að því að það voru allar varnir allar varnir voru teknar niður og alls konar svona procedure sem eru bara standard procedure að þetta er engin lækning, það er til lækning að allir procedure fóru að bila. Maður sem leiddi barátuna gegn sýktist sjálfur svo munið það var flogið með þessa fugla beina leið heim eins og í 9/11 og í 7/7 og öllum þessum aðgerðum þá fóru allir svona normal procedure að fóru út um gluggann. Og og það er að gerast hér líka. Það voru sem sagt ebólu smitaður Bandaríkjamaður og hann var bara fluttur heim með flugvél heim til Ameríku. Og svo var í Spáni, hann var bara fluttur heim til Spánar og á ebólu sýktum svæðum þar er ekkert verið að hafa fyrir því einangra svæðin eða neitt slíkt, það er bara allir haldið gangandi. Þannig að það er ekkert verið að fara eftir neinum eðlilegum procedure. Og við sjáum að meira að segja íslenski læknar eru byrjaðir með alls konar peningi í allum pening og fara að setja meira peningi í þetta er alveg svakalegt, við verðum að setja peningi í kaupa þetta og kaupa hitt og ég verð að fá yfirvinnu til að redda þess og redda hinu að
það er allt það er allt dæmið að fara í það er allt að fara sem sagt, það er verið að undirbúa ebólu árás og þegar henni verður skotið niður hér á Vesturlöndum þá eru bara allir sviptir samdægurs öllum borgaralegum réttindum sínum og þá byrjar þetta klassíska að öllum er raðað upp í verður raðað upp í svona búr og það verður eitthvað bóluefni sem verður kynnt frá eugenics liðinu og ef þú drest ekki ebólinu þá drest alveg pottþétt af bóluefninu og líka allir þessi listar þið munið í útrýmingabúðum seinni heimsstyrjaldarinnar þá var alltaf þessi listar var alltaf reddi bara alls konar listar fólk og það verður líka núna það verður sem sagt herinn stoppar og þess vegna þeirra með þessar æfingar hér í kringum Ósló til dæmis og víðar og við sjáum að almannavarnir hafa verið með alls konar æfingar á Íslandi að það verður einhver ebólu hræðsla allt í bara nú er bara allir komin með ebólu er komin til Reykjavíkur og Ósló og New York og whatever og en ekki neitt í Kína eða Rússlandi eða neitt slíkt þeir eru ekki með í þessu blotti núna og síðan verður bara herlög sett og allir sviptir réttindi sínum og hermenn fara bara að sitja allir í einhverja hópa sko Afríkubúar hér hvítir hér Kínverjar hér veist hvernig þetta konur kallar og svo, síðan verður gefin einhver bóluefni eða einhver lækningaefni sem að gera redda öllu og þau verða gefin mismunandi bóluefni eftir hvert fólkið þið getið ímyndað eitthvað hvaða bóluefni ég fæ til dæmis eða við sem erum í samsæringastuðinu við fáum væntanlega frekar fúl bóluefni og þannig að þetta eru hernaðaraðgerðir og þetta dæmi með ISIS það er hernaðaraðgerð það er það er líka verið að misnota Sameinuðu þjóðirnar eða Sameinuðu þjóðirnar eru náttúrulega stofnaðar fyrir þetta verkefni sem er í gangi núna heimsífir á því að dauði New World Order ætlar að ná heimsífir á þeim og og þeir eru búin að vera að reyna með þetta Evrópubandalagi það virkaði ekki það er það er NATO er varnarbandalag til þess að verjast það hefur aldrei varist einu en einu NATO er bara að fullu í sprengingum út allt að sprengja upp saklausa borgar í Líbíu eða Írak þeir eru bara í vondum málum út allar trissur þeir eru ekkert að vinna við vinnuna sína sem er varnarbandalag og og ef við bara fletti yfir það sem er í gangi akkurat núna í vonandi til að þátti að drepa saklausa borgara í Sýrlandi æðislegt sjáðu þið Íslamska ríkið í Sýrlandi sko þetta er líka blekkingar til þess að reyna til þess að komast að því að ISIS, ISIL og IS er stofnað til þess að er notað núna sem réttlæting fyrir því að
ráðast á Sýrland. Þið munið að fyrir ári var Sýrlandi neitað Bandaríkjamenn fengu ekki leyfi til að sprengja Sýrland í loft. Rússar stoppuðu það. Þá fóru þeir strax hérna til Úkraínumanna. Þá fóru sem sagt fyrir 6 árum gerði NATO og Rússland gerðu samning að NATO myndi ekki útvíkka sig upp að landamærum Rússlands í Úkraínu og fleiri löndum. Og af því að Rússar sögðu nei, þið fáið ekki að sprengja fleiri saklaus lönd í tætlur og drepa milljónir saklausra borgara. Rússar sögðu nei við því, sem mjög merkilegt. Þá fór NATO bara, já, heyrðu, þá förum við bara brjótum við þennan samning sem við gerum fyrir 6 árum og förum bara með eldflaugar upp að landamærunum ykkar og yfirtökum hana Krímskagan sem að þið hafið haft yfirráð yfir í 500-600 ár og er líkil heraðstaða fyrir Rússa og hefur verið svoleiðis í 100 ára sko. En þetta er bara svo byrjaði nú hérna einmitt á fjölmiðlunum út allar trissur sama ruglið alltaf náttúrulega í Krímskaga og bara býttu nú augnablik að ráðist inn, það er svipað og ef að Rússar myndu bara mæta til Flórida í Bandaríkjunum og segja bara já, við ætlum bara að sitja hérna upp svona herstöð hérna í Flórida. Bandaríkjunum bara nei, ég ger það ekkert sko. Bara verið úti. Þá hefðu Rússar byrjað að hlaupa, já, bara Bandaríkjamenn eru að ráðast inn í Flórida. Þetta er alveg rosalegt sko. Þetta er svona svipað dæmi. Og hérna það er eiginlega sko bara ekki séns að veist þessi steik sem er í boði að það er alveg skeri að fólk skuli kyngja þessu í stórum stíl. Það er bara pínu skeri sko. Að lygin renni svona ljúft onni í fólk. Og hérna sjáum við ef þið bara rennið yfir fréttirnar svona, sjáum við bara baráttu ISIS, mannfall, austur, þetta er allt sama liðið sem er á kafi í öllu þessu. Þetta er NATO, USA og Co. sem er að stunda þetta. Og hérna Rússar ég er ekkert að segja Rússar eða Pútín sé einhver guð almáttugur sko, eða það sé eitthvað gott fólk en Rússar virðast eins og er akkurat núna einhvern veginn hafa fengið alveg upp í kók af hafa fengið alveg upp í kók á þessari eugenics að drepa alla stefnu og þeir virðast aðeins hafa vaknað við Sovjet-ógeðið, þannig að Rússar virðast að mörgu leyti vera að gera góða hluti. Þeir til dæmis hafa haldið aftur af sér að svara þarna þessu fávitum í Úkraínu og Evrópubandalags fyllibittunum og það eru sko öfgaöfl í Rússlandi sem eru brjáluð út í Pútín að hafa ekki svarað þessu bara fullri hörku. Og það er sko stríðsglæpastjórnin í Kænugarði sem að Íslendingar eru sem eru svona einhverjir Íslandsvinir valdstjórnarinnar á Íslandi. Það eru þeirra flagga núna nasistafánum og eru bara svona það er dæmi endurfætt einhvern veginn og þeir skuttu niður þessa flugvél MH17, það sjá allir sem eru með einhverja heilaselur eftir í hausnum. Það er flugvélin var færð út af eðlilegri flugleið og það er flugstjórnin í Kív sem að stýrir því.
Hérna, þeir hafa harðneitað að láta af hendi upptökur úr flugturni. Þið sjáið yfirleitt þegar það eru flugslys, þá er mjög fljótt á eftir, þá er þá eru birt öll svona hljóðritun úr úr flugturnunum og svona síðustu samræði við flugstjóra og fleira slíkt. Og þetta hefur Kænugarður harðneitað að láta af hendi. Og það var þarna einhver hollensk rannsóknarnefnd senda, það voru náttúrulega svo margir frá Hollandi þarna. Og niðurstaðan var eitthvað bara svona, flugvélin var skotin niður með einhverjum óþekktu dóti sem að við vitum ekki hvað er og enginn veit hvað er. En hún var ekki, hún var ekki skotin niður af Kænugarði. Þetta er bara svona, þú veist, eru þið eitthvað að grínast? Það var ekki svona svar og ekki svar, sko. Og þá voru einhverjir þýskir vísindamenn sem að stækkuðu myndina af flugvélinni, eða flugvélabrakinu sem var sennilega stillt upp þarna. Og þar sáu þeir einfaldlega byssukúlur í flækinu og það er nánast 99,99% öruggt að þessi flugvél, henni var vísað af leið af flugturninum í Kænugarði og síðan mættu bara úkrainskar herþotur og skutu hana niður. Og það virðist vera eina skýringin. Eða skutu eitthvað niður, hvort það var flugvélin eða ekki. Og síðan voru þarna bændur og fleira fólk sem var bjóð þarna á svæðinu. Það var að tala að líkin sem var svona á víð og dreif, þau væru rótnuð, það væru gömul lík, það væru ekki ný. Og svo sáu það á myndum, það sem ég fjallaði þetta, að hermenn Úkraínu, hermenn þarna frá Kænugarði, þeir voru allir með passan hjá flugfarþegunum, ekkert vandamál og allt tilbúið uppræðað og bara kort og það var náttúrulega, sko, áður en að flaugin var skotin niður að vita hver skaut hana niður eða sett hana niður eða hvernig það er. Þannig að þetta er allt saman sömu öflin sem er að störfum. Þetta er þetta New World Order dæmi. Þeir eru núna búin að reyna í töluverðan tíma að fá kristna heiminn og múslima heiminn til þess að fara í stríð hvor við annan. Og það hefur gengið illa, sérstaklega því að samskipti eru svo múslima til þess að sem mest í sambandi við til dæmis mig sem er kristinn. Ég þekki bara góða múslima, ég hef aldrei kynnst vondum múslima. Hér í Svíþjóð þar sem ég bý er mikið af múslimum og og allt fyrirmynda fólk, friðsamt og gott og þannig að það er ekkert að því. Sjáðu, byrjaði að falla saklegt fólk í Sýrlandi, Bandaríkjamenn eru að byrjaði að sprengja í Sýrlandi í ósátt við samþykkt öryggisráð Sameinuðu þjóðanna og vilja Bretar fara í þetta sama stríð, með þetta ætla breska þingið hugsanlega að stoppa það af. Í öryggisráði þrengir að sjálfum sér loftárásir hafnar í Sýrlandi, þetta er bara nákvæmlega eins og ég var að segja. Er Carl Bildt, hann vill ekki veita Snowden heiðursverðlaun af því að Carl Bildt, eins og þið vitið, er Bilderborgari. Hann er vinnukall fyrir New World Order. Bretar íhuga, já. Þetta var falskur fáni hérna.
leynilegar Sýrlandsviðræður í Oslo. Já, já, einmitt. Heitir áframhaldandi loftárásum. Frakkar eru mættir í þetta líka. Það sprengja allt í tætlur. Og þetta allt saman bullandi stríðsglæpir, sko. Árásarnir á Sýrland eru stríðsglæpur. Árásarnir á Írak voru stríðsglæpur. Þessir aðilar hafa ekkert erindi þannig. Stríð mun taka nokkuð ár. Já, og svo þetta hérna. Lofa aðgerðum vegna loftslagsbreytinga. Það nú eitt rugli, maður. Munið hann DiCaprio var að flytja eitthvað ávarp hjá Sameinuðu þjóðunum loftslagsbreytingar. Og ég hef nú fjallaði þetta oft líka, sko. Að loftslagsbreytingar gerast bara. Það bara svo þyngdaraflið, það sveiflast. Stundum ertu þyngri og léttari án þess að þyngjast eða léttast. Þyngdarafli jarðar ekki 100% konstant. Hann 99,999% konstant. En myndi þið til dæmis vilja borga mér einhvern pening fyrir að kontrollera þyngdarafli jarðar? Trúið því að ég hafi eitthvað kontroll yfir því? Og þetta einmitt kemur inn á það hefur alltaf frá upphafi mannkyns hefur alltaf verið svona, þarf að vera einhver ástæða til þess að halda þrælanum þrælandi. Og fyrst var þetta mikið í kringum Guð. Það var svona alls konar guðspælingar. Og þá var hvað er að rugla í þessu? Þá þetta, ég ætla að fjalla um þetta einhvern veginn. Ég get alveg gert það núna kannski aðeins. Að alveg frá því í biblíusögunum, þá hefur verið svona þegar Móse fór á fjallið til dæmis. Þá þegar Móse fór á fjallið, þá fór hann upp á fjallið og hitti Guð og sagði að það mætti enginn annar fara upp á fjallið, sko. Og það er ég nú að leita að þessu, ég finn þetta ekki alveg en ég þarf að finna þetta, ég ætla að fjalla um þetta að það var til dæmis í Egyptalandi, þá var sá sem gat sagt fyrir stöðun á Níl næsta ár, hann var konungur, sko, eða vinsælastur. Hann var vinsælastur í bænum. Og og ég þarf að fjalla um þetta seinna, ég finn þetta ekki. Að þá var vinsælasti kallinn var það sem gat sagt fyrir Níl, það skipti gríðarlega miklu máli. Og þá var elitan einhverju sem byrjaði að finna út úr nákvæmlega hvernig Níl myndi flæða. Hún að 7 ára hringi. Þeir gátu með rannsaka bara að skrifa niður hjá þeir hegðun Níl, þá gastu dæmt fyrir hana. Og og þessi þekking, hún nýttist elitumafíunni þannig að þeir gátu farið að hræða fólk. Og og þá
myndaðist svona þetta, þess vegna okkult þýðir að fela þekkingu. Að okkultus er dregið af orðinu auga. Og þannig að þeir sem að öfluðu sér þekkingar hvernig Níl flæðir og allt slíkt, þeir voru ekkert mikið að deila þessu með fólki, þeir voru miklu meira að misnota þessa þekkingu. Og og þar með náðu þeir öllum þessum völdum með þessari þekkingu. Síðan fóru Ísraelsmenn út úr Egyptalandi, hættu að vera þrælar, og Móse var aðal kallinn í því að Móse frelsaði Ísraelsmenn út úr Egyptalandi með því að alls konar pestum og svona áin varð, eða Níl varð rauð, og þannig að hann var greinilega mikill galdrakallan Móses. Og síðan flúði Ísraelsliðurinn hann út, og þá byrjaði þetta að Móse fór upp á fjallið og fékk boðorðin, og það mátti enginn annar fara upp á fjallið, það var bara hann. Og þetta sjáið þið í vídeónum mínum stjórnarskrána, þar sem ég er að tala að það eru 2 menn í heiminum. Og annar segir, já, Guð er búinn að segja mér að ég á allan tímaðinn. Þá segir hinn, nei, Guð er búinn að segja mér að ég á allan tímaðinn. Þá segir hinn, nei, það var Guð sagði mér. Já, Guð sagði mér fyrst. Nei, númer 2, þetta er svona barnaleikur sem enda bara í vitleysu. Og þess vegna er alltaf í þessum fræðum er einn Guð. Það er bara einn Guð til og engin annar. Það er að því að sá sem segir fyrstur, sko, já, ég á allan tímaðinn og ég hef yfirráð yfir þínu lífi, þú veist, þrællinn minna, þegar Guð segir það, svo stikk frí. Það er bara einn Guð. Og Guð sagði að það má engin annar segja það þegar ég er búinn að segja þetta. Þetta er leikurinn, sko. Og við erum svona rétt að skríða út úr þessum hörmungum, það sem er búið að vera að misnota Guð. Sko, það er alltaf til ákveðinn, sko, sannleikur. Þess vegna okkult hið falda, hinn faldi sannleikur. Að sko, það eru til ákveðin öfl, Guð í lágstöfum erum við, ákveðin þroski hjá okkur er kallaður Guð, og síðan er Guð með stórum staf og litlum stafum, það er Guð sem sagt alheimsins eða náttúrulögmálinn og náttúran og alheimurinn, og síðan er Guð í hástöfum, það er corporation eða peningaruglið. Þetta stendur á dollarseðlinum in God we trust, það þýðir í raun að við treystum þessum pappírsguði eða corporate guði. Og þegar sagt er að öll stríð er út af Guði, þá er ekkert sagt hvaða Guð það er. Það er mikill munur á því hvort það sé minn persónulegi guðlegi vöxtur, hvort það sé alheims Guðinn, sem eru svona bara eins og þyngdarlögmálið. Við getum ekkert breytt því. Geislar frá sólu, geimgeislar, alls konar svona bylgjur sem að hafa gríðarlega mikil áhrif á okkur. Að það er það sem að vera að tala Guð með stórum staf og litlum. Og þannig að þegar menn segja Guð, þá þurfa það að skýrgreina þess. Og núna er nýjasti Guðinn, það er reyndar, við erum búin að vera í þessu lýðveldis og lýðræðis Guðskerfi, það sem að fólki hefur verið talað það að það hafi áhrif á líf sitt með því að taka þátt í lýðveldi eða lýðræði. Og lýðveldi er blekking líka, það er svona önnur hópblekking, það er sem sagt að það er hópblekking sem segir sko að ég ræð yfir þér og þínum tíma og þínu lífi, þú ert þræll minn, að því að
það betra fyrir meirihlutann, eða meirihlutinn ræður. Og þú einstaklingur þarft að beygja þig undir minn vilja af því að ég með meirihlutann á bakum mig. Þetta sams konar blekking. Af því að þetta hefur verið kallað núna í samfélagssáttmálum að valdstjórnin hefur sín völd út af samfélagssáttmálanum. Þá get ég alveg sagt, ég með samfélagssáttmála líka, ég ræði yfir öllum líka. Nei, það bara það sem fyrstur að segja það sama með mósikalinn, eða stikkfríið og þessi barnaleikir, þetta svona bara barnaleikir. Og svo næsta stig í þessari blekkingu, það loftslagsmálin. Og þá komin einhver svona meirihluti, þá að meira að fara fram í tíman, sko. Þá sagt, já, við megum ekki anda of mikið á okkur núna, það getur skaðað hagsmuni barnabannana okkar, eitthvað slíkt. Allir hafa náttúrulega að vernda hagsmuni barnana okkar. En þeir sem að taka einkarétt á þessu, já, við erum hermenn loftslagsins, við erum loftslags sérfræðingar Sameinuðu þjóðanna. Það sem að 100% vísindamanna sammála því sem við vorum að segja að sólin hefur engin áhrif á loftslag á jörðinni. Og svo gargandi vísindamenn alveg í öllum fjölmiðlum og út allt að segja nei, þetta alrangt. Og þeir vísindamenn verða sko fyrir þvílíku einelti og bara missa alla rannsóknarstyrki og geta gleymt því að lifa á þessum vísindum eftir að þeir segja sannleikann eða hvað þeirra rannsóknir eða þeim finnst. Svona svipa á Galileo sem sagði nei, jörðin ekki nafli alheimsins og hún ekki flöt. Hann var bara, kom einhverju bara prestar og sagði, já, það bara þessi maður geðveikur, bara burt með mannin. Svona svipu með fyrir ég fæ. Ég alltaf hálf geðveikur, skilst mér. Og þannig að þetta loftslagsdæmi allt saman næsta rugl á dagskrá. Og núna verið að heila þú að blessu börnin í skólakerfinu að anda ekki á djúpt. Og ekki það, ég náttúrulega umhverfis, það engin ástæða til þess að vera að eyða náttúrunni og við allir á þessu heimili erum mjög ábyrg í umhverfismálum. Við notum mjög lítið rafmagn, nágrannar okkar nota cirka svona 4 sinnum meira en við. Ég hef ekki hitt neitt sem ég borið sama rafmagnsnotkun við sem að nota minna en 4 sinnum meira en við. Og við förum mjög vel með allt sorp, við flokkum plast og þetta og við setjum alla matarleifar í kompóst, þannig að það fer í eðlilegustu endurvinnslu sem hægt að hugsa sér. Við reynum að kaupa engan mat sem eitraður eða sem að býr til sem að hvetur til að eitrið sé dreift. Og en hins vegar þetta sko elíturnar, ráðandi öfl, valdstjórnin, þetta siðblinda, sturlaða fólk, það getur tekið hvað sem og breytt í stjórnkerfissystem. Og það getur í biblíunni og í guðfræðinni fullt af góðum hlutum, en þú getur líka snúið upp í viðbjóð, sko. Og þess vegna í okkultinu, eða ég kalla það huldisma. Í huldismanum til, ég fann þetta orð upp, það var ekkert íslenskt orð yfir okkult. Þannig að nú heitir það huldismi. Og í huldisma þá til dökkur huldismi og ljós huldismi, eða svartur og hvítur, eða ég vel að nota dökkur og ljós og dökkur. Og dökkir huldistar, þeir fela sannleikan fyrir fólki eins og þennan sannleika að einstaklingur ræður en ekki hópur. Það kynniði mig, ég bauð á Facebook að borga einhverjum, ef hann myndi byggja hús úr skógi, þá myndi ég borga það fyrir hann. En hann mætti ekki nota eitt einasta tré. Það að því að skógur ekki til, það bara hugtak.
og sama er með samfélagssáttmála, hópræðið er allt saman bara rugl. Að það er alltaf verið að misnota þessi hugtök og ég verð alltaf jafn sár eða svona sár og svekktur þegar ég sé að hlustendur mínir og þeir sem hafa komið í smá fræðslu hjá mér eru jafnvel en þau vilja draga allt þetta hópista drasl með sér. En ég sé að það nú ekkert rosalega margir að horfa akkurat núna en ég verð kannski aftur með annað svona spjall í kvöld. Örugglega hellingur sem ég man eftir að ég gleymdi að tala um og var æðislega gaman að fá ykkur í spjall. Ég myndi kannski reyna jafnvel, fyrst að þetta virkar hjá mér greinilega, þá myndi ég jafnvel reyna að plata ykkur í viðtal og endilega hafið samband við mig ef þið viljið vera með inn á. Ég held að þið getið bara með þetta live, þá getið þið pluggað ykkur inn og þið getið haft samband við mig. Við getum líka sett ykkur tíma á þetta þannig að við getum byrjað á einhverjum ákveðnum tíma og þá getur fólk svona komið sér inn. Í þetta og þannig að þetta sé ekki svona allt svona mónalókur hjá mér. Ekki það sé neitt endilega leiðilegt en það er líka rosa gaman að hafa díalóg. Það er mjög gaman líka. Og endilega mætið í díalóg ef þið getið. Og eins og við sjáum þá er ég í útsendingastjórnun meðan við erum að tala saman. Allt er góð að læna það. Og já, ég sé að áhorfendum hefur fjölgað 100%. En ég vil líka endilega biðja ykkur að endurskoða þetta með að styrkja mig. Það hefur einhvern veginn ekki alveg verið að virka. Það virðist ekki vera mikið því en ég áttum að fólk á enga peninga og alltaf á Íslandi er náttúrulega að berjast í bökkum en ekki taka þessu sem einhverju kvöð. En hins vegar vona ég skilji það líka að ég þarf aðeins að þetta er meira en að segja að halda þessu öllu saman gangandi. Og ég tel að þetta sé full ástæða til þess að gera þetta. Vona ég séu sammála því og það er mjög mikill stuðningur. Það er mikill það er gott að fá stuðning frá okkur. En þetta er heppnaðist, fyrsta pröfa held ég að heppnast. Ég vona allavega. Og það er nú engin tímamælur á þessu reyndar. Væntanlega búin að vera allt of lengi. Hvernig sem það nú er. Ég sé það kannski á annarri heimasíðu. Nei, það er engin tími. Það er nú flott hjá Google að setja einhvers staðar tímamæli á þetta. Þannig að þetta verður svona bara algjörlega tímalaust. Það verður engin tímamörk á okkur. Við bara tölum þá til að verðum blá í andlitinu. Og ég sé núna að menn eru að kommentera á þar sem ég vogaði mér að kritisera þessa grein kannski endi með því að svara því mikla heilaþvottartaktík í gangi. Brotið á mannréttindum kvenna og stúlkna í El Salvador. Amnesty International
konur í El Salvador hafa þurft að þjást mjög vegna fóstureyðingabannsins og hérna er alveg blátt bann við fóstureyðingum sem ég er enda mjög hlynntur sko. Dæmdar vegna fósturmissis þetta er allt saman meira og minna svona áróður. Munið eftir munið eftir konunni sem að talaði að börnin hefði verið tekin úr hitakössum. Og fyrir utan það þá er þetta eflaust El Salvador náttúrulega risastórt land og eflaust eru alveg hræðilegir atburðir sem gerast sko. 10 ára fórnarlamb nauðgunar neytt til að ala barn. Sko málið er það er náttúrulega bara glæpur. Að nauðga 10 ára barni er glæpur. Það er ekki spurning um það. Og það verður náttúrulega en með því að nauðga barni, það er glæpur. En við þær aðstæður þá fæddist annað líf. Þannig að nú er 2 líf. Fyrst var bara 1 og þessi stúlka lenti náttúrulega alveg hræðilegum kringumstæðum. Þar mikla sálusorgun og hjálp. Að það réttlæti samt ekki að eyða hinu lífinu. Og þetta er alveg klassísk heilaþvottar aðferð. Sérstaklega gagnvart konum sko, með því að tala þetta 10 ára gamalt fórnarlamb nauðgunar þá bara springa öll öryggin í hausnum á fólki. Það fer allt í vitleysu. Og það er einmitt undir ótta sem að fólk tekur alls konar ákveðnir og mynda sér alls konar skoðanir. Það er kerfisbundið verið að nota það á fólk. Og reyndar sýnist mér að hafi verið það endaði með keisaraskurð og það var leyst þannig að barnið nýja lífið var tekið með keisaraskurð á 30. viku sem er mjög gott sko. Og þannig að það virðist verið að hafa make a sense að gera það þannig. Og íslenskar konur eða skandinávskar konur eru mjög harðar á því að halda réttindum sínum til þess að drepa börnin sín. Og ég er mjög ósammála því að það sé réttlætanlegt að drepa börn. Og ég skýrgarinni börn frá getnaði. Líf myndast við getnað. Ég held að sé enginn sem geti rakið þá fullningu. Og ég vogaði mér ég ætla bara að sýna ykkur svarið mitt. Ég svaraði taka svona dæmi til að eyða milljónum saklausra lífa í fáviska, þá eru tala sko að taka eitthvað svona öfgafullt dæmi til þess að réttlæta það að milljónir lífa sé eitt í fóstureyðingum. Og fóstureyðingar á Íslandi, það sko 10.000 lífa sem hafa verið eitt á Íslandi. Og í Evrópu er það milljónir. Og og ég svaraði sem ég skor ekki bara á því að kíkja á þetta. Ég svaraði þessu með 2 vídeóum frá mér. Held að það sé frá 2. Já, ég setti stjórnarskrána á annað svarið og ég setti eugenics á hina. Og þeir sem hafi séð eugenics vídeóið mitt, þá muniði ég setti stjórnarskrána því þar sit ég í 1. grein stjórnarskrárinnar minnar að líf er frá getnaði. Og síðan svara ég með ég held að sé alveg á blaðsíðu 3.
Þar svara ég líka með Eugenics myndbandinu mínu, þessu hérna, Eugenics. Þeir sem hafi séð þetta myndband viti nákvæmlega hvað ég er að tala. Í þessu myndbandi hérna hjá mér þá kemur fram og ég sýni fram á það með greinum sem hafa birst að þið munið hvernig fóstureyðingar voru seldar. Það var sagt við og þessi grein hérna er bara steypa, sko, þetta er bara kjaftaði. Og það er náttúrulega það er alveg skelfilegt að þessi stúlka hafi lent í þessari nauðgun, en það réttlætir ekkert að bara fara stúta fullt af öðrum lífum, sko. Það er bara rugl, sko. Og í þessu vídeo mínu hérna Eugenics, þar munið það kemur fram sömu hugmyndafræðingarnar og unnu að því að selja fólki fóstureyðingar. Þeir gerðu það þannig að þeir segja, já, fóstur er bara svona frumumassi, þetta er eiginlega ekki orðin einir einstaklingar. Þetta er eiginlega ekki orðin eitt líf. Og þessi sömu hugmyndafræðingar, þeir eru núna að tala að lengja fóstureyðingu til 3 ára aldurs. Eftir fæðingu fóstureyðingu heitir það, eða after birth abortion. Og þegar ég birti þetta fyrst, þá bara margar góðar konur sem eru með mér, eða eru á Facebookinu með mér, eru svona vinir á Facebook, þær bara, ég vissi ekki hvert það ætlaði að fara. Og þær trúðu mig bara ekki. Það er bara, nei, Axel, þetta er bara lí, þú ert ekki að segja satt. Þá ég birti þeim greinarnar. Ég birti þeim þessar greinar, þar sem þetta kemur fram. Og það kemur fram í þessu ágæta vídeó mínu. Þess vegna var ég, sko, Amnesty International, Sameinuðu þjóðirnar, UN Women, allt þetta kabalkjaftaði, þetta er allt saman, sama drullumallið til þess að svipta okkur réttindum. Og eins og segi, horfið á Eugenics vídeóið mitt, þá skiljið hvað ég er að tala um. En hérna, ég er alltaf að koma í alls konar svona vandræði, svo þið kannski vitið. Ég er ekki alltaf elskaðist í kallinn á klettinum. Og hérna, eins og ég segi, ég ætla að reyna að opna þetta Frelsi TV meira með því að nota þetta Google Plus og vona að þetta hafi heppnast ágætlega. Ég var náttúrulega eftir að hlusta á þetta núna og sjá hvort að hljóðið hafi virkað og hvort sé eitthvað viti í þessu hjá mér. Og ég þarf að horfa meira í kameruna til ykkar. Spennum að færa hana þessu. Ég þarf að kanna þetta allt saman. En ég þakka ykkur fyrir að koma í dag og eins og segi, ég ætla að reyna að fara að nappa alls konar fólki í viðtöl og þetta var svona fyrsta prufan og þetta er nú svolítið óstruktúrað hjá mér örugglega fyrst. Þetta verður svona út og suður en trúið mér að þetta verður agaðra með tímanum, vonandi. Svo þarf ég að sjá þegar ég er í úthaldi hvernig ég leysi þetta þá verður kannski kameran lélegri eða hvernig það er. En endilega farið að melda ykkur inn ef þið viljið vera með í spjallinu og það verður miklu skemmtilega. Líka þá að meðan einhver annar tjáir sig þá hef ég tíma til þess að finna hvað ég ætla að segja næst eða leita. Og endilega við þurfum líka að vera duglega núna því maður veit ekki hvað við höfum þetta frelsi lengi sem er í gangi núna. En takk fyrir komuna, munið að styrkja mig og lifiði í frið og óttalaus. Takk, bless.